Jæja, þá það þriðji fyrirlesturinn hér í dag, næst síðasti á þessu trakki og það hann Björn Ingi Björnsson frá Spektra sem ætlar að fjalla hér samkvæmt titlinu Windows snjallforrit eða apps og samnýðu kóða, hann spyr náttúrulega í gegnum þetta allt betur á eftir. En Björn hefur starfað hugbúnaðargerð í bankagerðum síðustu 14 ár hjá RB, Teris og Arion banka, en á síðasta ári hóf hann störf hjá Spektra og vinnur nú þróun og hugbúnað fyrir síma og spjaldtölvur. Hann hóf ferilinn að búa til forrit fyrir stórtölvur en eru undanfarið að vinna búa til forrit fyrir snjallsíma, litlatölvur. Við bjóðum á velkomin Björn. Ég þakka fyrir þessa fínu kynningu og gaman að sjá hvað mörkin inni. Ég ætla aðeins að tala Spektra. Við erum að upplæga í SharePoint ráðgjafafyrirtæki. Við erum stofnuð árið 2013 í samstarfi við opin kerfi. Stærstu hluti starfsmanna unnið saman síðan 2010. Við erum aðsettur að Laugavegi 178 og við fullbúna 12 manna kennslustofu. Þannig ef þið einhvern áhuga á að læra SharePoint eða eitthvað, þá bara endilega kíkja á okkur. Efni dagsins, þetta er rauninni reynslusaga okkar, sem er svona fyrirhlutin, reynslusaga fyrirtæki sem vildi búa til upp fyrir snjalltæki. Og svo ætlum við einnig að fjalla cross-platform hugmyndafræði. Ég hugsa að sé við hæfa að nota orðið hugmyndafræði, það sem að notkun á þessum tækjum minnir stundum á trúarbrögð. En ég hugsa að þessi cross-platform hugmyndafræði getur sparað ykkur mikinn tíma og pening við að þróun á uppum og svona smáforritum. Seinni hlutin aðeins tæknilegri og þá munum við skoða svona smá kóðadæmi og hvernig er þetta að samnýta best kóðan. Þegar við byrjuðum, þá náttúrulega voru okkar viðskiptavinir farnir að sýna snjalltækjum og snerti viðmóti meiri áhuga. Þarna sáum við mikið tækifæri að bjóða upp á svona betri notenda upplifun og í snjallsímum og eða snjalltækjum, eins og ég kýs að kalla. Og við seinasta vor þá byrjuðum við að skoða svona hvað væri þetta að gera, hvernig við getum bara að smíða fyrir öll plattformum. Við vildum náttúrulega ekki bara vera í Windows eða eitthvað, þar sem við höfum mikla reynslu úr Windows heiminum. En ég vona að þessi kynning munum svona aðstoða ykkur og hjálpa einhverjum að taka ákvörðun varðandi appþróun í framhaldinu. Það sem við lögðum upp með var það að við vildum geta smíða taka hefðbundi intranets svona lausn og geta sett hana í app. Þetta rauninni myndi keyra allt ofan á SharePoint, annað on-premise eða í skýinu. Við vildum náttúrulega eins og segja mjög hefðbundi geta séð fréttir, stofna og skoða beiðnir hver og hvenær sem er, sjá stöðuna mínu beiðnum fljótlega, hvort það sé búið að samþykkja eða ekki, skoða matseðil, stað á fundarherberginu og bóka laust herbergi. Hver þekkir ekki vera á ferðinni, býtu hvar laust herbergi eða eitthvað, geta bara gert það í símanum og rokið inn næst og sé það sér laust. Svo náttúrulega fyrsta spurningin sem við ætlum að spyrja ykkur var náttúrulega sú, af hverju appin ekki mobile vefur? Það náttúrulega, fyrst og fremst náttúrulega appið töluvert meira responsive heldur mobile vefur og svo náttúrulega svo möguleika að geta séð gögn offline, það náttúrulega ekki hægt, bara í vef. Svo náttúrulega allt sem er í tækjunu, nemar, myndavél, GPS, tilkynningar og allt þetta sem að rauninni app getur notað í tækjunu og rauninni bara app getur tengst öllu því sem sími býður upp á. Sem svona dæmi lausn sem við gerðum, sem appi rauninni kannski geti ekki alveg gert á sama hátt. Það er svona típisk lausn, það er kannski aðili út í bæ, hann sendir inn söluábendingu, þá sem er að vinna á skrifstofunni, fær þarna inn söluábendingu, það er inn og hann getur líka fengið söluábendinguna sem kemur á símanum hans eða fengið upplýsingar líka úr Lifetile og þetta getur bara að fara að stað strax þess í einhverju workflow í bakvið tjöldi, bara ennþá meðan er hjá kunni út í bæ. Svo við pælum í aðeins taka ákvörðun hvort við ætlum að gera mobile vef eða app. Við tjekkum bara þetta svona notkun á snjalltækjum, þetta tölur frá Flurry Analytics sem var að gera opinberað síðastliðið vor. Það sýnir það að fólki töluvert meira nota upp heldur á mobile vefi, 86% samtals eða browserinn með 14. Þannig að þetta er svona með árið áður þá er þetta ennþá meira búið að hækka. Þannig þetta er svona ástæðurinn fyrir því að við ákveðum að taka app frekar en mobile vef. Svo er náttúrulega stóra spurningi, hvað stýrikerfi viljum við styðja við? Það er náttúrulega þessu iOS og Android, er náttúrulega gríðarlega stórir í þessum snjalltækjum og svo náttúrulega alltaf spurning með Windows. Við náttúrulega erum með reynslu við Visual Studio og C# og byrjuðum að skoða það, hvað var þetta að gera fyrir okkar viðskiptavinni þar, en við náttúrulega sjálfsögðu styðja plattforminn og þá svona eins og í dag, með til dæmis tilkomu
með hérna Windows 10 er náttúrulega gríðarleg tækifæri sem núna í boði í Windows-plattforminu. Þetta er mjög skemmtileg graf. Þetta er rauninni alveg nýja tölur. Þetta er rauninni síni heimsóknir og það verið stærstu vefsetur á Íslandi árið 2014. Þetta eru tölur, þetta er grein sem að lappari.com er að vinnað. Þetta er ekki alveg orðið opinbert ennþá. Að þetta er rauninni meðaltal af stærstu vefsetur á landinu, öll nettengt tæki sem hafa farið inn á þessa vefi nú síðastliðin ár. Þá sjáum við að Windows er með gríðarlega stórri en þá. iOS náttúrulega töluvert stærri en Android. Þetta er náttúrulega iPhonear og iPadar, þess vegna eru þeir svona stórir. Og af þessum Windows 56, þá var ekki nema svona 6–7% sem er XP, sem er náttúrulega orðið gríðarlega lítið hér á Íslandi með hvernig það er erlendis. Þá er það ennþá svona 20% eða eitthvað út í heimi. Og ég segi, fjöllum aðeins Windows 10. Það má segja það að risinn sé bara vaknaður. Þeir eru náttúrulega búin að hlusta mikið á gagnrýnisraddir sem hafa verið úti. Startnappur er kominn aftur. Aftur á með því mjög auðveldlega að svissa yfir í spjaldtölvumóti, þess að kjósa það frekar út með spjaldtölvu. Svo er náttúrulega eitt sem er gríðarlega spennandi. Það er Universal App. Það smíður forritið einu sinni og þetta keyrir óbreytt á mismunandi tækjum. Borðtölvum, fartölvum, spjaldtölvu, síma og líka Xbox. Það kannski ekki öll upp, kannski geta verið við hæfi að keyra á Xbox, en þetta er í boði. En svo þarf náttúrulega að hafa í huga að þú ert kannski með mismunandi viðmót, 5 tommu síma eða 80 tommu risaskjá, að kannski þá hefur þú kannski aðlagar viðmóti svolítið eftir því. Í Windows 10, þá einmitt bætist við það að þú getur keyrt uppinn í glugga, bara eins og venjuleg, bara eins og Word og Excel, eins og gerir þið í dag. Þannig að þetta verður bara eins og venjulegt Windows-forrit, þannig að þeir sem eru vanir að gera venjulega Windows-klæðin, þá er þetta allt orðið mjög svona sterkur möguleiki. Og svo annað, allir sem eru Windows 7 og 8 og 8.1, það verður frítt fyrsta árið að sækja Windows 10. Það verður frí uppfærsla. Og fyrsta árið, ég hugsa að þetta tekur svona hálftíma, ég held að 1 ár ætti nú að duga flestum. Sjá hvernig startnumberu lítur út. Sjáum við eins og þessi lifandi flísar og þetta og þetta breyta þessu á alla vegu og er svolítið að vera tísa notandinn helling með upplýsingum og það er alveg hellingstækifæri sem er að vinna með þetta. Sjáum við síðan aðeins tækin sjálf sem sjáum við að Windows 10 keyra öll þessi tæki. Þetta er náttúrulega öll þessi tæki sem Universal App geta keyrt á og síðan sjáum við HoloLens, þetta gleraugur efst uppi. Þeir sem ekki kynnt sér það ættu nú að gera það núna fljótlega. Þetta er alveg gríðarlega spennandi tækni sem að koma núna fljótlega. Svo eitt örstutt Windows Phone. Windows 10 fer náttúrulega alla Windows 8 síma, líka 3 ára símtæki. Þeir sem eru með Android kannast ekki alveg að fá svona langar uppfærslur. En við erum þá að segja, fá uppinn í símana nánast frítt. Þú ert með eitthvað klæjent í tölvunniðinni, hann keyrir bara nánast óbreytt í símanum. Og svo ein skemmtileg sturlu staðreynd. Ég rakst á svona skemmtilega grein Windows Phone og vefmælingar sem er það er svona einkennt íslensk fyrirtæki að þau hafa svona verið treg að smíða upp. Það sem að tala það svona að mælast illa eða mælast ekki neitt. Samt eru alltaf að koma fleiri og fleiri símar. En þessi grein sýndi fram á það að user agentin í brásunum væri verið að lesa hann rangt, sem þýðir það að þeir voru að mæla sem iOS 7 eða Windows spjaldtölvu, sem svolítið skemmtilegt, en þetta með kannski, við erum ekki að tala um einhverja 20% í skekkju, en þetta hjálpar allavega ekki til þegar fyrirtæki nota þetta svona til viðmiðunar varðandi hvort eða smíða upp, en þetta er svona skemmtileg sturlu staðreynd. Og sjáum við, Windows síma sem ég prófaði, iOS 7 og Windows 8, þetta er svona skemmtilegt. Og þetta er öll þessi Analytics tók, líka Google Analytics var að gera líka rangt samkvæmt þessari grein. Það getið skoðað á lappari.com líka, þetta var einmitt líka frá honum. En hvað með iOS og Android? Hvað er þetta að endurnýta mikið að kóða milli þessa stýrikerfa? Maður er að smíða þessi forrit, er ekki eitthvað sem maður getur samnýtt? Jú, náttúrulega vefþjónusturnar, maður getur gert það. Það er náttúrulega mjög svona típist. En hvað er með kóðan í appinu sjálfu, í sjálfum klæjentunum? Og bara hvað er kóða samnýtni? Ef einhver pæli því, hvað er það? Eitt örstutt, sjáum við Þetta er gamall WAF-PF client sem félagið minn gerði. Hann reiknar frídaga, slærið náðunni og ítur að sækja, birtir alla dagana. Og ég sá þetta hjá hann og fannst að þetta var alveg briljant hlaust að taka þetta bara, sem þetta er náttúrulega bara C# kóði, hvort ég get ekki bara hjúpað þetta með appi og gefið þetta út. Og ég prófaði, ég get notað kóðan, óbreyttan, hjúpaði með appi, gefið út í stórið og þetta er dæmi mjög góða kóðasamning. Ég verði ekkert að hugsa bakendan, þetta er bara tilbúið fyrir mig. En
En hvað þetta kóðasamnýtni milli iOS og Android? Þú veist, hvað kóðasamnýtni þar? 0%. Býtu, 0%? Þetta, þú vorum að skoða þetta, býtu, þurfum við að skrifa appið oftar en einu sinni? Býtu, ok, hvað getum við, eru eitthvað lausnir við þessu? Hvað getum við eitthvað gert? Það er náttúrulega ákveðna leiðir, það er náttúrulega cross-platform og þessi hefðbundna sílóleið. Við sjáum þessi sílóleið, það er náttúrulega smíða sama appið oft. Það er náttúrulega greiðlega þekkingu, það er að kunna náttúrulega Objective-C, Java, C#, Swift, tólin, Xcode, Eclipse, Visual Studio, Android Studio, þú veist. Það er að kunna líka tólin, það er að viðhalda þessu, mikill kostnaður og náttúrulega engin kóðasamnýting, þetta er við vorum að skoða þetta. Þetta var allt og dýr leið fyrir okkur, við getum aldrei gert það. Við erum ekki eitthvað risa fyrirtæki sem getur gert þetta. Þú veist, einhver önnur leið sem við getum farið? Hugsaum bara að kemur ný útgáfa appinu og það er bara stórmál, eitthvað smá breyting. Við getum bara gert eitthvað smá hluta einu sinni og breytt kannski efst upp í þeim plattformum. Þarna eru að leysa sama vandamál á mörgum stöðum, en svo eru aðra leiðir sem eru í boði. Það er hybrid cross-platform leið. Þá ertu í rauninni að smíða appið með CSS, JavaScript og HTML. Þetta til dæmis eins og Cordova, Fonga, Telek, Appbuilder. Þetta er náttúrulega, ef þú smíðar þetta, þá ertu kannski helst svona leggst í sameiginlegi samnefnari sem þetta fá út úr þessu og þegar sé eitthvað mjög spesifiskur Android eða iOS, eitthvað features, þá getur rauninni ekki nota hann. Það er svona bara sameiginlegt yfir öll plattformin. En það er hægt að smíða sér native ofan á þetta, en þá er þetta náttúrulega komin út í sama vandamál aftur. Og þetta renderast í vafra, innbyggðum vafra eins og er venjulega, og þá náttúrulega getur maður lent í svona rendering vandamálum eins og þekkist. En þeir sem eru með reynslu af CSS, HTML eða JavaScript eða eitthvað svona að vera að vinna í því, þá myndi ég endilega skoða þetta. Þetta er bara mjög sniðugt að mörgu leyti, sko. Við kíktum á hybrid-leiðina og og fannst það mörg leiti mjög spennandi, en þegar ég skoðum næstu leið, þá þetta var leiðin sem við völdum. Þetta gerir það mögulegt að skrifa allt í C#. Við erum að ná fram í 60–90% kóðasamnýtni milli þessara stýrikerfa. Allt sem er hægt með Objective-C eða Java er hægt að gera í C#. Þú ert ekki að missa neinu, það er engin feature sem þú ert að missa út. Besta við þetta, þau líta út eins og native, þau eru native. Það er ekkert að reyna neitt, þetta eru bara native upp í útlit og allt. Og svo er náttúrulega besta við þetta, 10–40% af þessu sem vantar upp á, og það er náttúrulega líka að skrifa í C#. Það ert ekki að læra nýtt fordæma, þetta bara virkar. Og með þess að efsta lagið, til dæmis í Android hjá okkur vorum að skoða, að þá gæti ég nota XML-skrána efsta sem stýrir viðmótinu, óbreytta í Xamarin útgáfuna. Tóku síðan dæmi og þetta, ég sá vefsíðu með eitthvað svona Java-dæmi. Ég gæti tökja bara nánast óbreytt, setti aðgerðin í uppercase og eitthvað svona og smá fíniseringar og það virkaði. Þannig að rauninni að þú ert Java-forritari, Android, hefur reynsla C#, tala ekki það, þá er þetta bara no-brainer að kíkja á þetta. Þetta er sáralítil breyting náttúrulega, þetta er bara aðalega forritunarmáli, sem náttúrulega er líka svolítið líkt. Rauninni bara þróaðara forritunarmál. Við talum async lambdas til dæmis kom C# fyrir 10 ára síðan, þetta kom í fyrra held ég í Java, þannig að þetta er alveg máli. Kíkjum eina skemmtilega mynd. Það sjáum við rauninni bara að séraði bakendinn, hvernig þetta lítur út. Að platform specific er að nýta sér stóra hluta af kóðunum. Eins og við myndast á, þetta er rauninni bara eitt þróunarumhverfi, Visual Studio. Þú ert ekkert að nota mörg tól. Þú ert með, eða Xamarin Studio, sem reyndar lítur út svipað og Visual Studio. Svo besta við þetta, þú ert kannski búinn að gera iOS-útgáfuna og langar að fara að gera Android og þá náttúrulega stór hluta af kóðinu prófaður. Þetta er kannski bara hluta af kóðinu bara þegar komin út í raun. Þú þarft ekkert að bara rétt að renna yfir þetta og sjá hvort það örugglega virkir rétt. Svo varðandi Windows appið sjálft, að það rauninni tengist ekkert Xamarin. Það er ekkert sem heitir Windows Xamarin app. Þetta er bara Windows og þú getur þess vegna að byrja að gera Windows-klæðindinn, passar að skipulegur bakendavél, þá gerir það og svo getur þú seinna með fara þau í Android Xamarin og bæti því og nota bara sameiginlegan bakenda. Svo eins og aðeins tól og tæki. Það er eins og Visual Studio sem ég myndist á, Xamarin Studio, þetta er sem við notuðum. Ef þú ert að þróa fyrir iOS, þá þarftu náttúrulega skilgreina Mac build host, eða vera með Mac á netinu hjá þér, þau getur tengst
Það sem þú ert náttúrulega að builda á makkanum, það sem þetta náttúrulega að nota nákvæmlega sem tól og framework og allt eins og þú værir að vinna bara venjulegt iOS app. Rauninni ekkert, þetta nákvæmlega sama. Svo hérna smá debugging. Google Emulator, alveg handónýtt sko. Það er bara, þetta svo slow, þetta hrikalegt. Genymotion notaði hann, töluvert mjög góður, samanlýst Android Player fyrir konum minn sinn. Eigin Emulator líka, virka fínt. Svo líka nýjasta Visual Studioinu kemur líka 2015, það líka svona Android Player. Þannig að Microsoft að leggja gríðarlega mikla áherslu á þetta einmitt. Svo náttúrulega í iOS Emulator, þá getur bara að vinna í Visual Studio á PC-vélniðinni sem að tengist á makkanum og ert að debugga. Svo náttúrulega, þetta getur ekki allt fullkomið, hérna erum við rauninni gallan við þetta. Þetta kostar. Það er náttúrulega þetta að fá hérna, fría útgáfu en business leyfið svona algengasta, þá er þetta með Visual Studio support og líka e-mail support og fleira. En það er eitt sem að pæli, og kaupir leyfið að þessu og þá er ekki, og síðan segir upp áskriftinni og svo kemur að þú ert að uppfæra appið, þá er ekki eins og að sé í gíslingu, þú eru að borga eitthvað lausnagjald, $1000 til að uppfæra, það er ekki svoleiðis. Þú heldur öllu sem þú er búin að borga, þú bara hættir að fá uppfæslur á nýjustu fítusa sem stýrikjörinn bjóð upp á eitthvað. Þannig að þetta er alveg, þetta er engin áhætta sem fólk er að taka. Xamarin Forms, það er ákveðið sem var kynnt núna síðastliðið vor. Þetta er náttúrulega frekar svona takmarkað ennþá, það sem þetta er alveg nýtt og hérna þarna er þetta ná 99% kóðasamnýtni og það er verið að hjúpa líka viðmótið. En þó að sé verið að gera það, þá er líka allt native sem er að gerast þarna. Það er verið að render út native iOS snappa eða Windows Phone snappa. Það er ekkert verið að svindla eða emulata eitthvað hann inni. Allt renderast native. En eins og svo líka náttúrulega, eins og kóðasamnýtni veltur náttúrulega mikið á bara appinu sjálfu og líka arkitektónu, hvernig þetta sé skipulagt allt upp á við. Punktarnir. Hérna, og síðan við skoðum, hvað er svona eðlilegast að samnýta kóðanum? Það er náttúrulega datalegir, service-lagið og business logic, við erum að model, view model og aðgerði svona móti bakenda. Það er eðlilegt að geta samnýta eitthvað af þessu. En hvaða leiðir svo að þú ert farin að fá þetta? Hvernig getum við þá deilt kóðanum? Hvað notum við? Það er náttúrulega algengast að nota Portable Class Library sem að þekkist. Og hérna, þessar leiðir sem við notum til að deila kóða, þetta er eitthvað svona sem við erum vanir að vinna í blöndu Microsoft lausnum að þetta þekkja. Þetta er bara mjög sambarilegt. Náttúrulega Shared Project Portable Class Library eins og þarna. Þetta file linking sem var áður notað, það er rauninni alveg orðið úrelt. Shared Project er komið algjörlega í staðan fyrir það. Við reyndar ætla mér að koma eigin tölvu þannig til að geta sýnt ykkur lifandi kóða, en það var reyndar ekki það sem var svo knappu tími hérna, þá var það ekki leyfilegt. En þið getur komið og heimsótt okkur á básinn, þá getur við kannski sýnt ykkur áhuga á sömunu og vilja sjá eitthvað aðeins meir þetta, nánara. En við skulum aðeins kíkja á hérna, smá. Portable Class Library, það er rauninni virkað þannig að þá kemur við og skilgreinir rauninni þegar þú býr til library, hvaða plattform þú ætlar að styðja við og velur það. Það sem gerist þá, það er bara búið að binda þig svolítið niður hvaða API þú getur nota. Rauninni öll plattformin verða að hafa sameiginlegt yfir, rauninni þá lægsta sameiginlega samnefnarinn yfir allt. Þetta, kostirnir við þetta er náttúrulega ýtir undir gott skipulag. Þú ert að svona aðeins að pæla í þessu hvernig gera þetta og þetta er náttúrulega library, það er þetta unit test þetta. Þetta dreifar sem binary í NuGet, þetta er náttúrulega bara library. Ókostir, takmarka API búið, það er einhvað sem þú missir náttúrulega og getur ekki gert inn í þessu. Og náttúrulega erfitt að deila skrám sem er ekki kóði og erfitt að nota platform-specifikan kóða. Það er hægt með svona platform abstraction eða svona event-based subscription sem verður þetta að fá hann inn. Svo Shared Project, þetta er rauninni svona project container. Þó er rauninni þetta heldur utan allar tegundar af skrám sem viðkomandi project sem er að referensa sér að projekti getur verið að nota. Ég vona að ég skilji mig hérna hvað ég er að tala um. Þú getur verið þá, þetta getur verið kóði, XML-skjöl, myndir og hvað sem er. Þú bara þegar þetta bildar, þegar projekti bildar, þá tekur það þessa skrári eins og sé bara hluta af því projekti. Og það er ekkert að bilda þetta sér, það verður engin afurð úr þessu. Þetta er bara sameiginlegur container. Kostir við þetta, það er náttúrulega öll API eru mjög aðgengileg, þú getur gert hvað sem er, og hægt að setja inn plattform-specifikan kóða og þetta deila öllum tegundum af skrám. Ókostir, þetta er náttúrulega með svona miklu valdi, getur er náttúrulega ókostir líka, getur leitt í spagetti kóða, náttúrulega getur alveg mistið í einhver rugli þarna líka, sko. Það er aðeins að passa sig.
Það er ekkert að unit-testa þetta nema Jupyter svolítið fyrst og aðeins að dreifa sem source-kóða, þar sem þetta er í rauninni bara svona hálfgerður folder utan öll skjöli eins og þetta að nota. En hvað, ef þú ætlar að nota plattform sérstaklega kóða eins og í shared projectum, hvernig getur þú brotið það upp og notað? Það er til dæmis að nota partial klassa, class mirroring, if conditional compilation, sem er leiðir, sýnir hérna partial klassa, þá erum við 2 klassa sem að rauninni bilda saman í einn, þá erum við með aðgerðarnar hérna, eina við shared projectum, hitt í platform specific og þetta bildast í einn klassa. Class mirroring, það rauninni vinnur þannig að hérna í shared projectum þetta kalla á aðgerðina og aðgerðin sjálf er útfærð í platform specific eftir hvað þetta gera, þannig að passa sig hann upp á að parametrar og þetta stemmi. Svo er þetta náttúrulega sem er aðal kúrekuleiðin, þetta if conditional compilation, þá rauninni gerir við bara if þetta platform annars hitt og hérna, það er þetta að missa þessi alveg þarna. Ég nú reyna að nota þetta eiginlega sem minnst, ég noti þetta eiginlega því ég er að prófa mig áfram og sé allt því að virka og svo svona fer ég smá meiri refactorun eftir það og nota það svona þægri leiði til þess að viðhalda. Og leiði til að innlega Xamarin, hendi öllu byrja upp á nýtt, taka eitt skref í einu, er það hægt? Já. Náttúrulega kostnaður við Android Java client eða Android Xamarin client er bara svipað, þetta er bara svipuð vinna. Samt þetta með 60–90% af kóða þegar hafaðist þið handa við næsta plattform. Og svo ef þú ert með app í dag þá er hægt að endurnýta iOS og Android library með Xamarin binding templates. Þannig að þeir sem eru nú þegar með og er tilbúin library þá er hægt að byrja að skoða þetta og nota library sem við með í dag. Við byrjum með Windows client og MVVM til þess að ná hámars kóðasamnýtni. Og hérna smá samantekt í lokin. Hérna, ég er búinn að fara mjög hratt yfir mikið efni og takmarkið mitt var að fá ykkur til að hugsa cross-platform hugmyndafræði og hvernig ég geti þróað á þessi öll plattform á þess að smíða allan kóðan frá grunni fyrir öll plattform. Þetta mun geta vanandi spara ykkur þá tíma og pening. Eins og segja, það er mikill kostnaður að styðja við 3 mismunandi forritunarmál og umhverfi. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega tími og peningar. Það er engin afsláttur á sílóleiðinni, ekki neitt. Appinu var bara eftir að stærra og flóknari. Þetta verður bara erfiðar að fara sílóleiðina. Við vildum ekki leysa sama vandamáli oft og fórum á cross-platform. Það getur þá verið eins og segi, hybrid leiðin, Xamarin, svo líka Titanium, það eru fleiri leiðir. Þannig að þetta er eitthvað sem að fólk þyrfti að skoða áður að færa að gera upp, að kynna sér allavega það sem er að smíða appin fyrir eða þau sjálf að athuga með cross-platform. Það getur sparað ykkur helling. Eins og við völdum hérna samning með Xamarin og við að koma á mikilum samnýting á kóða og nú getum við stuttu öll plattform og þetta er notað af 1000 fyrirtæki út allan heim, Xamarin. Og hér á landi er þetta með Ellis Retail hafa notað þetta núna síðan 2 ár með góðum árangri og ég tala bara mjög vel þetta og þjónustunni höfum. Ég veit að Kolibri hafa einnig verið að vinna með Xamarin og svo vanandi Windows 10 og gríðarlega spennandi tíma framönda þar og við erum tilbúin að aðstofa þeirri vegferð í Windows þar sem við erum búin að sérhæfa ykkur algjörlega í Windows apps og rauninni það er ekki eftir neina að bíða varðandi því, þú getur farið að smíða universal app í dag sem keyrir á 8.1 og keyrir síðan bara í Windows 10. Ég ætla að rauninni að enda þetta með að tilkynna að appið sem við talaðum hann í byrjun. Við erum með beta-útgáfu keyrandi núna bæði fyrir Windows og Android keyrandi á básni hjá okkur ef þið viljið koma og skoða og það styttist í að við förum að skoða iOS-útgáfuna einnig. Þannig að komið á að kíkja okkur á Spectra-básnum. Fleira var það ekki. Spurningar? Ef það koma enga spurningar, þá verð ég hálftími viðbútt. Nóg efni. Ég er með auka glæru, ég er ekki að grínast. Ég myndi mæla með að þið myndi fara að skoða demóin hjá Ellis Retail. Þeir eru með bæði App Store, Google Play og Windows Store. Windows Store, tjekka á því. Ég skoða aðeins, þetta lítur bara mjög út hjá þeim, mjög flott, mjög responsive og fínt. Svo var þetta performance á þessu, það er engin performance munur. Þess að við væri með algjörlega native smíðar, kannski iOS og Android og væri með Xamarin, það er engin munur á þessu. Ég geti gert alltaf sama, alls staðar.
Fleiri spurningar? Já? Nei, það er rauninni allt sem er rauninni ekki, aðalega sem er að tefja okkur það bara, við erum alltaf að læra svolítið á þetta, en það er rauninni ekkert sem hefur stoppað okkur, það sem það styður með þetta er 100% API coverage sem er bjóð upp á og það er svona, til dæmis að kemur uppfærsla hjá Google eða Apple, að þá eru þið komin í nána samdægus með uppfæran Xamarin fyrir þetta nýja sem er að bjóða upp á og líka documentation og allt, þannig að þetta er gríðarlega vel supporta, rauninni eina svona cross-platform frameworki sem að styður við allt svona vel. Nei, sko, það sem að gerist er að þú býr bara, þetta er rauninni bara svipað á JIT-ið, kannast við eins og Java og C#. Rauninni það verður bara til svona JIT-kóði sem fer í pakkan, fer út, svo það er keyrt upp, appið sjálf, að þá rauninni sem fer með appinu sjálfu, það er Xamarin Virtual Machine sem fer með, það er misstóru eftir bara hvað library þú ert að nota, það getur verið, halvt megabæti upp í 10, það fer eftir bara út að nota allt Xamarin frameworki. Að svo er rauninni svona interop og svona sem á sér stað þarna á milli. Þannig að rauninni það er bara verið interop á móti samsvarandi API í Java. Þú rauninni getur nota öll API-in eins og væri að forrita í Java. Þannig að það er ekki verið að generata neitt kóða. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá bara mæli ég með þið að kíkja til okkar á Spectra-básinn og fáið karamellur og kíkjum á smá kóða. Það er ekki gaman.